Nær þriðji hver Íslendingur greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. Það því til mikils að vinna að finna lækningu við krabbameini. Næsta hálftíman ættum við að fylgjast með rannsóknum vísindamanna Háskóla Íslands á krabbameini. Krabbamein ekki einn sjúkdómur heldur samheiti yfir nærri 200 mismunandi sjúkdóma. Krabbameinsfruma myndast þegar skemmdir sem við í daglegu tali köllum stökkbreytingar verða í erfðaefni frumunar sem svo leiðir til stjórnlausrar frumufjölgunar og afbrigðilegrar hegðunar. Það hægt að skilja boðum að hætta að vaxa og geta vaxið endalaust. Atburðarásin sem leiðir til myndunar krabbameins flókin og samverkan margra þátta þarf að koma til en þeir eru ekki allir ljósir mönnum. Það eru margar stökkbreytingar sem geta komið á stað krabbameinum. En núna menn farnir að kortleggja mun betur þau gen sem spila lykil hlutverk í krabbameinsmyndunum og framþróun krabbameinina. Við erum að flokka krabbamein eftir því hvar þau koma í líkamanum, eftir líffærum og staðsetningu, en líka í hvers konar frumugerðum krabbameini vaknar. Nokkrir mikilvægir áhættuþættir geta þó ýtt undir myndun krabbameins. Í dag eru þekktar margar orsakir krabbameina. Þau geta verið í umhverfinu, það einhver efni, geislun, sýkingar, en það líka önnur fyrirbæri sem að tengjast krabbameinshættu eins og lifnaðarhættir, starfsumhverfi, hegðun og svo erfðaþættir. Okkur lífsnauðsyn að matast en það ekki sama hvað við setjum ofan í okkur. Fæða einn þeirra þátta sem virðist hafa áhrif á myndun krabbameina. Lífshættir okkar hafa breyst mjög á undanförnum árum og áratugum og stuðlað að bættu heilbrigði. Við borðum til dæmis miklu minna af söltuðum og reyktum mat en áður var gert. Nýr minna unninn matur, svo grænmeti, ávextir. Við borðum miklu meira því heldur en við gerðum áður eins og flestir vita. Við þurfum ekki eins að borða mikið unnar kjötvörur lengur eins og við þurftum áður. Það betra að við fáum meira ferskvöru en svo vitum við náttúrulega að það mikið af drasli og alls konar unnum vörum sem við föllum fyrir að því okkur finnst það hreinlega bara gott og því haldið að okkur. Búseta getur samkvæmt rannsóknum haft áhrif á hvort fólk fær krabbamein. Það á til dæmis við krabbamein í blöðruhálskirtli. Innflytjendarannsóknir sýna að það tekur 1 til 2 kynslóðir á nýjum slóðum að auka áhættuna til jafns við þá sem búa þar fyrir. Þá fórum menn að hugsa, það kannski eitthvað að gerast þarna á unglingsárunum, barnæsku, eitthvað sem að breytir áhættunniðinni á að fá þetta krabbamein. Blöðruhálskrabbamein langalgengasta krabbameinið hjá körlum hér og því til mikils að vinna að átta sig á því hvaða þættir í umhverfi eða mataræði hafa áhrif á myndun þess. Við gátum séð að þeir sem voru að drekka mjólk daglega eða oftar voru í meira áhættu að fá krabbamein í blöðruhálskirtli seinna á ævinni þegar við bárum saman við þá sem drukku mjólk ekki daglega. Rannsókn Jóhönnu sýnir að ákveðin tengsl eru milli mjólkurdrykkju og krabbameins í blöðruhálskirtli en ekki hægt að sýna fram á ótvíræða orsök. Því þarf fleiri rannsóknir á tengslu mataræðis á yngri árum við krabbamein í blöðruhálskirtli. Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu opna engu að síður á möguleika til forvarna. Rannsóknir í eðli sínu þannig að það þarf að sannreyna þær aftur og aftur til að fullvissa sig niðurstöður. Það auðvitað ákveðin galli á rannsóknina og við höfðum ekki upplýsingar magn. En við höfðum upplýsingar frá þessari mataræðisrannsókn sem var gerð 1939. Þar vissum við að menn voru eins og sem ólust upp í sveit voru að meðaltali að drekka svona 7 glös á dag af mjólk. Þannig að við höldum að þetta hafi verið mikil mjólkurneysla, ekki kannski svona eins og í dag. Brjóstakrabbamein langalgengasta krabbameinið meðal kvenna og 200 konur greinast með slík mein ár hvert. Því mikilvægt að átta sig á hvort einhver fæðutegund hefur áhrif á myndun þess. Þegar við skoðum hvernig skiptir máli mataræði snemma á ævinni í tengslu við krabbamein í brjóstum, þá erum við til dæmis ekki að sjá að mjólkin hafi áhrif á þessa áhættu. Jafnvel hið gagnstæða. Þannig að það virðist virka öðruvísi mekanismin áhættan á að fá krabbamein í brjóstum heldur en krabbamein í blöðruhálskirtli. En aftur á móti þetta eins
fyrir krabbamein í brjóstum og í blöðruhálskirtli, við sjáum að það er matarræði á unglingsárum sem verið skipta máli. Það er bara ein fæðutegund saman við brjóstakrabbamein sem hefur endurtekið og ítrekað komið fram sem áhættu þáttur og auka líkur og það er alkóhól, áfengi. Það kemur fram í rannsókn eftir rannsókn eftir rannsókn, þannig að það er nokkuð vel staðfest en menn er ekkert voðalega hrifnir að við heyra það. En það er fleira en fæðan sem hefur áhrif á heilsuna. Jarðhitasvæði á Íslandi hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þau gera okkur líka kleift að hita upp húsin okkar og auka þannig heilbrigði og vellíðan. En á þessu eru tvær hliðar, samkvæmt rannsóknum Vilhjálms Rafnssonar og samstarfsfólks. Við sáum að háhitasvæðum og hitaveitusvæðum fylgdi aukin krabbameinshætta og það eru ýmis krabbamein sem þar koma fyrir í meira mæli heldur en á samanburðarsvæðunum sem við höfðum með í rannsókninni líka. Miðað við rannsóknirnar aukast líkur upp í allt að 70% að fá tiltekinn krabbamein hjá þeim sem búa á jarðhitasvæðum í samanburði við þá sem búa annars staðar. En þessar niðurstöður eru reyndar umdeildar. Ef við lítum á öll krabbamein þá er aukningin 20%. Ef við lítum á einstök krabbamein eins og krabbamein í brjóstum hjá konum þá er krabbameinshættan aukin alltaf 50%. Og hún er jafnvel meira í blöðruhálskirtilskrabbamein hjá körlum, þá er hún allt upp í 70%. Þegar tölur eru svo sláandi er brýnt að auka rannsóknir á þessu sviði og kanna hvað liggi á bakvið þær. Eins og staðan er í dag, þá vitum við ekki hvað veldur þessar hækkuðu tíðni og það þarf að skoða betur svæðin, umhverfisþætti innan svæðana og einnig heita vatnið til þess að bara skoða hvað það er sem er á þessum svæðum og í vatninu sem er að valda þessari aukinni áhættu. Mögulega getur þetta verið þekktur krabbameinsvaldur sem Alþjóðakrabbameinsmálastofnun eða JARC hefur gefið út. En síðan þarf maður líka að vera opinn fyrir því mögulega eitthvað annar þáttur á bakvið sem er ekki þekktur. En þetta er bara hlutur sem þarf að skoða miklu betur. Það er eðli allra vísindamanna að efast allar niðurstöður. Rannsókn Vilhjálms og Aðalbjargar hefur til dæmis verið gagnrýnd af fræðimönnum á sviði krabbameinslækninga. Niðurstöðurnar hafa spunnist ritdeilur á vísindalegum vettvangi en slíkur ágreiningur verður ekki leystur nema með auknum rannsóknum. Frumur raða sér skipulega upp í líkamanum og sinna starfsemi vefja og líffæra. Krabbameinsfruman brýtur hins vegar hegðunarreglur eðlilegra fruma. Það fer eftir eðli krabbameinsins hversu illvíðar krabbameinsfrumurnar verða. 90% af krabbameinum eiga upptök sín í þekjuvefslíffærum eins og lungum og brjóstum. Í upphafi mynda krabbameinsfrumur staðbundin æxli í þessum líffærum. Fái meinið að vaxa eru mikla líkur á að frumurnar vaxi inn í aðlaga vefi og komist loks inn í sogaæða eða blóðrásarkerfið. Þá geta krabbameinsfrumurnar mynda meinvörp í fjarlægum líffærum. Hérna hægra megin sjáum við svona frumur, bandvefs líka frumur sem svona geta skriðið út frá þessum strúktúrum. Hérna eru frumurnar bara að vaxa. Og hérna líka, en þið sjáu að þessi strúktúr miklu þéttar heldur þessar. Frumurnar fara strax að skjóta sér út úr þessum strúktúr hérna. Og takk eftir því að hérna eru við með þessar stofnfrumur sem eru eðlilegar og mynda eðlilega kirtilganga. Hérna erum við aftur með þessar ífarandi frumur og þær vita í raun og ekkert hvernig þær eiga að hegða sér. Og þarna er þetta skipulag í raun og veru farið sem við erum að kalla eftir í eðlilegum vef. Frumurnar eru í raun og veru hegða sér eins og einstaklingar, eru ekki að vinna í hóp. Hérna eru frumurnar að vinna í hóp. Og eru samtaka í að byggja upp þann strúktúr sem þarf að gera. Hér er allur strúktúr farin úrskeiðis. Það má eiginlega líkja þessu við bara samfélag. Samfélagið hérna úti sem við sjáum fylgir lögum og reglum. Til dæmis þegar menn vilja brjóta af sér, þá gera þeirra og þeir fara út fyrir lög og ramma og það krabbameinsfrumurnar hegða sér eins. Þeir brjótast út úr þessu fasta skipulagi sem er í vefjónum og skríða á stað. Og það er leita leiða til þess að komast út í nálega blóðrás, nálega sogaæðakerfi, til þess að geta svo nýtt sér blóðrásina til þess að fara til annarra líffæra. Vísindamenn hafa árum saman lagt kapp á að finna ný lyf gegn krabbameini. Upprunalega má segja
að hugmyndin hafi verið sú að finna eitt efni sem geti leyst allan vandann. Já, hugmyndin var náttúrulega alltaf upphaflega að í rauninni að líta á krabbamein eins og sýkla, sko. Og menn voru vanir því að geta bara fundið sýklalyf. Nú vitum við náttúrulega að það er gríðarleg einföldun. Og þá gekk hugsunin út á það að finna það sem að greinir krabbameinsfrumur frá eðlilegum frumum. Og í rauninni höfum við kannski ekki fjarlægst það svo mikið. Innan Háskóla Íslands hafa fjölmargir vísindamenn leita leiða og efna sem getur hjálpað til í baráttunni við krabbamein. Leitin fer ekki síst fram í náttúrunni sjálfri, en helmingur virkra efna í lyfjum kemur þaðan. Þessi efni má finna í ýmsum lífverum. Fyrir fáeinum árum hófst leit að efnum í sjávardýrum á háhitasvæði á hafsbotni í Eyjafirði. We have very specific conditions here in Iceland. So we have this high latitude and all the geothermal environment. So it promotes adaptations in the animals. Fjölmargir vísindamenn við háskólan hafa nýtt sér lífverur sem safnað hefur verið saman á þessu og öðrum hafsvæðum við Ísland. Nú í gangi evrópsk rannsókn sem miðar að því að finna efni í sjávarsvömpum til að lækna tiltekinn krabbamein. We're supposed to find different compounds being produced by those sponges because they are growing in different conditions that we cannot find anywhere else. Tiltölulega ný meðferðarúrræði gegn krabbameini felast í sértækum efnum sem beinast að tiltekinni starfsemi krabbameinsfrumunar. Þessi efni eiga að draga úr vexti og dreifingu sjúkdómsins. Þetta er hægt því krabbameinsfruma hefur önnur efnaskipti en sú heilbrigða. Getum við þá nýtt okkur það og spilað á þetta og haft áhrif á efnaskiptin þannig að lyfin virki ennþá betur sem markviss lyf fyrir krabbameinsfrumurnar og láti eðlilegu frumurnar í friði. Það er náttúrulega alltaf markmiðið. Bæði erum við að nota þessi hefðbundnu krabbameinslyf sem eru í rauninni þannig að þau skjóta bara svona eins og hríðskotabyssa út allt á frumur sem að skipta sér að fjölga sér. En síðan kannski aðal framförin er að núna erum við með svona meira klæðskera saumaða meðferð sem við erum að beita lyfjum sem að þekkja frumurnar sem eru veikar eða krabbameinsfrumurnar. We have to find a compound that is specific for our cancer cell line. So that will kill that kind of cancer cell but will not kill a normal cell, for example, or also it will not kill another cancer cell. So it has to be specific for that. Bara lýsum þetta eins og við fanga. Við viljum setja á frekar í betrunarviss, heldur refsiviss. Þannig að við viljum í raun og veru að fara að snúa við svipgerð krabbameinsfrumana og ýta þeim aftur í áttina að eðlilegum uppruna sínum. Þannig að þá erum við í rauninni kannski komin bara í allt öðruvísi myndlíking og það er smalamennskan. Og það er að bara sjá alltaf fyrir hvert rótlutar eru að hlaupa og hlaupa fyrir. Og gera það á svolítið breiðum grundvelli, við erum ekki bara eldastu eina sem að hleypur út undan sér heldur safnið. Lykilatriðið er í rauninni að koma í veg fyrir endalausar undankomuleiðir og að fara líka út úr því farinu að það þurfi endilega að drepa sér flesta krabbameinsfrumur strax. Það er gríðarlegur þrýstingur því að þá vaksa upp allar þessar sem að ekki urðu fyrir drepandi áhrifum. Þá spretta þær bara upp. En ef við finnum eitthvað sem bara svona heldur þessu kurteislega niðri og er ekki þessi mikli þrýstingur að það vaxi upp alltaf ónæmir hópar, frumuhópar. Sortuæxli eru illkynja mein sem eiga uppruna sinn í litfrumum húðarinnar. Það er í hópi þeirra krabbameina sem mikið hafa verið rannsökuð og við því eru nú komin sértæk lyf. Vísindamenn við Lífvísindasetur Háskóla Íslands undir forystu Eiríks Steingrímssonar hafa í samstarfi við erlend starfssystkin greint byggingu stjórnprótíns sem gegnir lykilhlutverki við myndun sortuæxla. Það sem við erum að skoða er aðalega þessi stjórnprótein sem stjórna því hvernig þessar frumur, fyrsta lagi hvernig litfrumurnar sjálfar þroskast eðlilega og svo hvernig þær verða að krabbameini. Mjög mikilvægt er að finna lækningu við sortuæxli sem er afar algengt krabbamein. Fyrir einhverjum 12 árum síðan þá kom í ljós að helmingur allra sortuæxla eru með ákveðna stökkbreytingu í ákveðinni boðleið sem heitir BRAF og þetta er alltaf sama stökkbreytingin
og býr til ofurvirkt prótín. Þannig að prótínin verður ofurvirkt, sendir boðleiðir alveg brjálað, en þá fer hún að vaxa og dreifa sér. Hvernig getum við stoppað þessa boðleið? Og það kemur í ljós að þetta stjórnprótín er algjörlega nauðsynlegt fyrir sortuæxlisfrumur. Ef við sláum það í burtu í sortuæxlisfrumur þá bara hreinlega deyja þær. Og þetta er algjörlega nauðsynlegt í allri þroskun litfrumanna líka. Þannig að við erum að núna nota þekkingu okkar úr þroskun litfrumanna til þess að skilja svolítið æxlismyndun. Það sem stöðvar boðleiðina eru í raun sérhæfð efni sem slökkva á boðefninu. Þetta eru efni sem hafa áhrif á þau efnasambönd sem krabbameinsfruman notar til að vaxa. Nú er búið að finna leiðir til að stoppa boðleiðina og það er núna leiðir sem er notað sem lyf. Fyrstu lyfin í rauninni sem virka gegn sortuæxlum. Það sem mann hafa rekið sig á með markviss krabbameinslíf og þau sem hafa verið þróuð undanfarið hafa verið mjög markviss, jafnvel á eitt sérkenni ákveðins meins. Og þá náttúrulega gerist það að krabbameinsfrumurnar, þær eru sniðugar og snúnar og þær eru mjög fljótar að breyta sér og bara aðlagast nýjum aðstæðum. Frumurnar þróa með sér þol gegn lyfinu smá saman og aftur verða að virka þessar boðleiðir og þær eru aftur að senda þessi boð. Þannig nú er aftur orðið mjög mikilvægt að skilja hvað gerist fyrir neðan boðleiðirnar. Hvað eru boðleiðirnar að gera og getum við átt við einhverja ferla fyrir neðan boðleiðirnar til þess að koma í veg fyrir krabbamein. Breytingar á lífsháttum geta dregið úr hættunni á að fá krabbamein allt að helming. Það getur líka reynst vel að leita að frumubreytingum snemma og ná þannig til þeirra sem eru með krabbamein á frumstigi. Skimun er ein þeirra aðferða sem mikið eru notaðar til að leita að krabbameini. Nú er í gangi ný rannsókn á vegum rannsóknarhóps innan Háskólans og Landspítala sem miðar að því að skima gríðarlegan fjölda einstaklinga fyrir forstigi mergæxla. Það sem við ætlum að gera á næstu árum er að bjóða öllum Íslendingum sem eru 50 ára eldri að taka þátt í skimunarrannsókn á þessu forstigi. Þá ætlum við að taka blóðprufu úr þessum rúmlega 100.000 Íslendingum sem eru yfir 50 ára og fylgja þeim eftir og reyna að sjá áhrif skimunar á horfur þessara sjúklinga. Mergæxli er ólæknandi sjúkdómur í beinmerg og verður einkenna sjúkdómsins oft ekki vart fyrir en hann hefur haft alvarleg áhrif á heilsuna. Árlega greinast 25 manns með sjúkdóminn hér á landi og alls 200.000 manns í heiminum öllum. Það er því til mikils að vinna ef rannsóknin leiðir til úrbóta fyrir þennan hóp sjúklinga. Það er vissulega mikið áfall að greinast með krabbamein. Þetta á ekki bara við sjúklinginn sjálfan, heldur líka þá sem eru sjúklingnum nákomnir. Viðbrögðin eru þó ekki eins hjá öllum. Það kom mér eiginlega óvart þegar ég byrjaði í þessu í sérnáminu og fór að fást við krabbameinssjúklinga. Hvað fólk tekur þessu furðulega vel. Ég hafði svona séð fyrir mér að fólk myndi öskra og djöflast og rjúka jafnvel út. En einhvern veginn er það þannig að fólk tekur þessu vel og það er oftast rólegt og það bíður bara og hlustar. Sumir spyrja einhverja spurninga og fara svo út. Tilfinningin er auðvitað óþægileg að gefa þessar fréttir en á sama skapi er það gott að við höfum þó eitthvað að bjóða og sem gerir tilfinninguna léttari. Það getur reynst gríðarlega erfitt að færa börnum þau tíðindi að mamma eða pabbi séu komin með krabbamein. Það er mjög erfitt fyrir foreldra oft á tíðum að segja barni sínu frá alvarlegum veikindum eða bara sjúkdómsgreiningu eins og krabbamein. Það er heldur ekki auðvelt fyrir fagfólk á sjúkrastofnunum að vinna með yngsta fólkinu þegar krabbamein eru annars vegar. Það sem að fagfólki er að segja, það er að lýsa sínum eigin vanmætti vegna þess að það hafi ekki tíma, forsendur, kerfi gerir ekki ráð fyrir að þeir eiga að ganga inn í þetta hlutverk, að hlusta börnin og sinna þeim. Og svo líka svipað og hjá fjölskyldunum ákveði óöryggi hvernig á að mæta börnum. Það er tiltölulega auðvelt að faðma lítil börn, en hvernig á að mæta unglingi? Þá verður allt miklu flóknara og viðkvæmara þetta með líkamlegu mörkin og þau eru ekki alveg fullorðin og skilja ekki alltaf en þau eru innst inni eins og lítil börn. Öll börn hugsa sitt þegar að þau heyra orðið krabbamein. Margt er að misskilningi byggt og mjög mikilvægt er þar af leiðandi að ræða þessa hluti
við börnin, strax í upphafi og það yfirleitt alltaf einhver í nær umhverfi barnsins sem barni getur tala við og það það sem maður vill gefa líka barninu skilaboðum að það alltaf einhver sem það getur tala við. Samkvæmt könnun fræðimanna við Háskóla Íslands reynist margt þungbært í starfi fagfólks á sjúkrahúsum sem ýkur að meðferð erfiðra sjúkdóma eins og krabbameins. Og svo talaðu líka þvílíkt álag það er að vinna í námunda við svo viðkvæm efni eins og áföll og dauða. Þannig að þau þurfi sjálf stuðning, þau þurfa handleiðslu, þau þurfa að geta snúið sér eitthvað, bæði til jafningja eða annars fagfólks, en þau þurfi líka einstaklingshandleiðslu til þess að geta hreinlega ráðið við þetta. Þau geta farið heim til sín, loknu vinnudegi án þess að vera með þetta alls saman hérna. Orðið krabbamein hljómaði nánast sem dauðadómur fyrir 60 árum og ef hort enn lengra aftur til landnámstímans og til Sturlungaaldar má örugt telja að nærri allir sem veiktust hafi dáið vegna meinsins. Krabbamein hefur fjölbreyttar birtingamyndir en í eldri íslenskum heimildum ekki mikið fjallað krabbamein. Það sem við höfum eru fyrst og fremst Hjarteinir, kraftaverkasögur íslensku dýrlinganna og svo Hrafnssaga Sveinbjarnarsonar. Og af þessum textum má sjá hvaða sjúkdómar þjáðu fólk á þessum tímum. Til dæmis gjarnan talað innanmein, það geti vel hafa verið krabbamein. Fyrr á öldum var frekar talið að yfirnáttúrulegir kraftar kæmu til hjálpar en að lækning fengist með mannanna verkum. Á miðöldum ef fólk veiktist, þá mátti miklu frekar búast við því að engin lækning fengist og viðkomandi léttist úr sínum sjúkdómi. En það haldreipi sem fólk átti fyrir utan ýmsar svona frumstæðar lækningaaðferðir var að heita á dýrlinginn. Hrafn Sveinbjarnarson fæddist á seinni hluta 12. aldar og talinn fyrstur lærðra íslenskara lækna. Hann nam lækningar af föður sínum og kynntist að auki þeim lækningum sem tíðkuðust í samtíma hans. Hrafn hefur verið rituð heil saga. Við eigum sögu sem heitir Hrafnssaga Sveinbjarnarsonar. Hann líknaði fólki sem kom til hans og það eru þarna lýsingar á aðgerðum sem eru mjög áhugaverðar. Ég veit að læknar finnst mest spennandi að sjá hvernig hann fór að en við sem erum að lesa textana öðruvísi, við sjáum ýmislegt annað. Og til dæmis það að hann þarf að ráðfæra sig við presta áður en hann fremur aðgerðina og það lesið nokkrum sinnum Faðir vor yfir manninum á meðan. Þessi viðleitni Hrafns til lækninga með elstu heimildum sem Íslendingar eiga meðferð við sjúkdómum og innanmeinum sem kunna hafa verið krabbamein. En ef við reynum að setja okkur í þessi spor þegar væntingarnar eru sama sem engar, þá öll lækning kraftaverk. Krabbamein svo stór hluti af veruleika okkar að það smýgur auðveldlega inn í skáldskapinn. Krabbameinið hennar mömmu falleg bók börn og krabbamein sem segir söguna því þegar móðir ungra stúlku greinist með krabbamein. Bókin afrakstur meistararitgerðar Valgerðar Hjartardóttur sem nam fjölskyldumeðferð við Háskóla Íslands. Tilgangurinn var að hjálpa foreldrum að hafa þarna einhver úrræði og eitthvað tæki til þess að opna þessa umræður við börnin sín. Rithöfundurinn Steinunn Sigurðardóttir hefur einnig nálgast glímuna við þennan mikla vágest í bókinni Jójó. Sem mjög spennandi saga sem fjallar einmitt lækni sem svo flinkur og svo góður læknir að eigin mati af því hann svo klár, hann svo tæknimenntaður. Hann röntgenlæknir og krabbameinslæknir og greinir æxli alveg af mikilli nákvæmni og lítur mjög stórt á sig. En hann kann ekki að tala við fólk og hann hefur ekki áhuga á sjúklingum, bara æxlunum. Með því að rýna í vanda skáldverk krabbamein hægt að nálgast sjúkdóminn á nýjan hátt. Þegar sérfræðingar í heilbrigðisgeiranum lesa slík verk með fólki sem hefur bókmenntalegan bakgrunn geta merkilegir hlutir átt sér stað. Og þessi bók sýnir hvers vegna hann svona getur ekki nálgast sjúklingana
og það er það sem bókmenntirnar sýna. Hvað er í þessum samskiptum og hvað er í þessari samlíðan sem góður læknir verður að hafa ef hann á að skilja þjáningar sjúklingsins. Og listinn hefur margar hliðar. Í rannsókn eins af nemendum háskólans hefur komið í ljós að skapandi handverk hefur mikið gildi fyrir þá sem greinst hafa með krabbamein. Það er svo gott fyrir fólk að hafa eitthvað að gera og geta dreift huganum að meðan það kannski er í líðameðferð eða meðferð og geta þá hugsað eitthvað annað og verið þá að skapa eitthvað. Skapandi handverk virðist mikilvægt bjargráð því það er uppbyggjandi, róandi og gefandi, bæði líkamlega og andlega. Það skiptir fólk svo miklu máli að skilja eitthvað eftir sig, að skapa eitthvað og skilja eitthvað eftir sig. Og þeim fannst að það væri mikilvægara heldur en ljósmyndir eða einhverja minningar að ættingarnir ættu eitthvað. Jafnframt sýna niðurstöður úr rannsókn Halldóru að með skapandi handverki gefist fólki tækifæri til að víkka stuðningsnet sitt. Stuðningur eftir greiningu á krabbameini er mikilvægur þar sem greiningin er mikið áfall og veldur tilfinningaólgu. Einn viðmælandi minn sagði að hún hefði í rauninni fundið lífsneistan aftur eftir hún fór í listsköpun eftir að hafa greinst með krabbamein. Henni fannst allt í rauninni vera slökkt en það kveiknaði aftur. Með betri greiningartækni og áhrifaríkari meðferðum hafa lífslíkur þeirra sem greinst hafa með krabbamein aukist verulega. Í árslok 2015 voru 13.000 Íslendingar á lífi sem greinst hafa með krabbamein. 66% karla og 70% kvenna sem fá krabbamein lifa í 5 ár eða lengur eftir greiningu krabbameins, en það er breytilegt eftir tegundum krabbameina. En má gera ráð fyrir því að þessi þróun haldi áfram og í framtíðinni verði hægt að lækna alla sem veikjast af krabbameini. Þetta er líka svo hugsun að það sé hægt að lifa með krabbameini og halda því niðri eins og hverjum öðrum langvinnum sjúkdómum. Það þurfi ekki endilega alltaf að drepa allra síðustu frumuna því það gerist aldrei. Það er alltaf einhverjum sem sleppa. Ég efast að við getum útrýmt krabbameini. Það eru svo margar leiðir til að koma því af stað en við munum aftur á móti þróa ný meðferðarúrræði og auðvelda lífið og lindra líf þúsundur og milljónum manna allan heimann á næstu áratugum. Nú þegar þá læknum við meiri hlutan af krabbameinum, sérstaklega þá blóðkrabbameinum. Og ég efast ekki það með hvað er að gera svona bara undanfarið 5 og 10 ár að við eftir að lækna mun fleiri sjúklinga innan 5 og 10 ára og vonandi í framtíðinni þá munum við finna lækningu við flestum krabbameinum. Í þessari þáttaröð höfum við fylgst með mikilvægum rannsóknum vísindamanna við Háskóla Íslands. Með auknum rannsóknum er til dæmis ljóst að æ fleiri munu hljóta lækningu við krabbameini. Þannig munum við líka varpa ljósi á æ fleiri þætti sem skipta okkur mennina miklu máli og lífríkið allt. Hjartans þakkir fyrir samfylgdina í þessari þáttaröð. Verið þið sæl.